uppárið þrisvar eða eitthvað. Hvað segir? Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi og í þessum þáttum erum við að fjalla alla hliða fangelsmála og hvað við erum að gera rétt og hvað við erum að gera ránt og hvers stefnum við í þessum málaflokki. Í þessum þætti þá ætlum við að ræða lokuð fangelsi og þá aðalega fangelsið á Hólmsheiði sem er glænýtt fangelsi, lokað fangelsi. Til mín er kominn Þórir Guðlaugsson og hann er varðstjóri á Hólmsheiði. Vertu velkominn Þórir. Takk fyrir. Gaman að fá þig hingað. Já, takk. Hvað Hólmsheiði, hvernig fangelsi er Hólmsheiði? Já, Hólmsheiðin er nýjasta fangelsið og við opnuðum það 2016. Nú kem ég af nýjunni svo að þá er smá viðbrigði að komast í hreina veggi og svona. En eins og ég segi, þetta er nýjasta fangelsi og þetta er lokað fangelsi. Hvernig er, náttúrulega ekki margir sem vita kannski hvernig fangelsi virkar. Já. Hvernig er svona venjulegu dagur bara hjá starfsfólki í fangelsana? Sko, við mætum svona nokkuð snemma. Við erum komin svona korter í 8. Þá vaktaskiptin eru klukkan 8. Við spjöllum aðeins saman fyrir þau, svona hvað hefur gerst í húsinu og hvað er að fara að gerast. Og klukkan 8 þá förum við og opnum klefa og bjóðum fólk velkomið eða svona óskum góða dags og svona lyfja gjöf og slis. Í kjölfar af því þá svona 9:00 þá fer fólk annað hvort í skóla eða vinnu og svo gengur dagurinn bara svona nokkurn veginn fyrir sig að fólk er í vinnunni og þau sem vilja og aðrir í námi. Hvað eru margir sem eru á Hólmsheiði? Vistmenn eða? Já. Þetta er svona milli 35 og upp í alveg 52. Já, er góð nýting? Það er svona, hún er nokkuð góð og eins og búið að vera undanfarið þá er þetta búið að vera nóg að gera. En starfsfólk, hvað er svona á Hólmsheiði sirka? Við erum 24 eða 6, þar. Já. Og er það margir á vakt? Nei, það eru allt of fáir á vakt. Við erum 4 manna teymi af vörðum og svo er varðstjóri á daginn líka. Já. Við erum þá með verkstjóra og kaupfélagsstjóra. Já. Og svo eitthvað skrifstofufólk. Kaupfélagsstjóra, það er þá verslunarstjóri? Verslunarstjórinn. Já, í Rimlækjunni? Já. En hefur þetta fangelsi nú, eins og þú sagðir, þetta er nýtt fangelsi og mikill munur að komast þarna úr skólaverðstígnum, en hefur það svona staðist væntingar í raun og veru? Já, ég vil nú alveg, ég vil segja svo, það hafa alveg staðist væntingarnar. Eina sem að kannski hefur, hann er svona ekki nú ánægð með og það er, hvað maður að segja, námsmál og svoleiðis hefðu mátt vera meira lagt í. Já. Ég er mikill fyrir betrunina og nám er eitt af því sem ég lít mjög jákvætt á. En það virðist ekki að vera gert ráð fyrir því eins og maður er með fyrir austan, þá er bara kennar á staðnum. Hjá okkur erum við ekki með kennar og þetta er allt í fjarnámi og svona eftirfylgnin á hverjum degi. Við getum ekki verið að koma inn á skólastofu og svona, ertu að læra drengur eða stúlka eða hvað. Ég veit ekki, sumir að læra spænskuna og sumir í einhverju öðru og þetta er eitthvað, við erum ekki kennarar. Nei. Já, þannig að það er kannski lítil aðstaða fyrir nám, en það ekki? Já, aðstæðan til handar, Já, en það vantar starfsfólki til að geta sinnt og leiðbent í, Já, hvaða skóli er að sjá námið þarna? FSU. Það er FSU, já. Þeir eru að sjá það á landsvísu, vantilega. Já. Ok, en eins og til dæmis bara með verknám, er það eitthvað í boði eða? Nei, það hefur ekki verið neitt verknám. Og það er kannski ekki gert ráð fyrir því heldur? Nei, það er ekki gert ráð fyrir því í húsinu, Við erum bara með 2 litla vinnustofur og svo litla kennslustofur sem er, með tölvur og svoleiðis. Já. Eru fangar í dag að fá einhvern aðgang að tölvum eða? Já, það fá flestir aðgang að tölvur sem að biðja Við erum með Skypeið og svona. Við svo sem einblínum á þá, þeir sem í námi fara í forgang á notatölvunar.
sem er náttúrulega bara skiljanlegt eins og allt nám er orðið núna, þetta er allt eitthvað tölvutengt. En Skype er notað mikið og sérstaklega núna þegar engar heimsóknir eru leyfðar, þá verðum við að opna leiðirnar einhvern veginn öðruvísi. Og það er nýtt mjög vel. En eru þá kannski erlendir fangar líka að fá að Skypa heim til sín? Þeir fá alltaf að Skypa heim til sín. Þeir fá alltaf að Skypa, og það hefur ringað mikið fyrir reglurnar upp á Skype að gera fyrir Íslendingarna líka, sko. Við notum Skype mikið ef að fólk er með börn og annað. Sumir er ekkert voðalega sáttir við að fá börnin í heimsókn í fangelsið. Við notum það svolítið mikið þar. En hvað er svona að vera fyrir vistmenn, eða hvað eru þeir að gera á daginn? Sko, eins og þú talaði nú Auðu daginn og hún skýrði út fyrir þér allast á steypuvinnu og teiknivinnu og málingu og allt þetta og saumaskap. Að öðru leitinu til, ef þú ert ekki í vinnu, þá er það bara tölvuspil og sjónvarpið, sko. Já, lítið annað í boði. Það er voðalega lítið annað í boði, líkansrækt og eitthvað svoleiðis. Já, er einhver líkansrækt. Já. Og hún er öðruvísi þarna heldur en á Litla-Hrauni. Já, hún er, sko, við erum ekki með nein lóð. Já. Við erum með teygjur sem þið geta notað. En kardjóð er miklu meira. Það er hlaupabrettið og það eru hjól og svoleiðis, sko. Já. Þannig að en þið eru að stunda hálfgerða líkansrækt líka starfsfólki, eða ekki? Það er svo mikið á göngum að þið lappið töluvert yfir daginn, eða ekki? Þetta er alveg 14-15 kilometrar á dag, sko, bara á röltinu. Já. Þetta er náttúrulega, við erum í miðjunni og svo þurfum við að lappa inn á alla ganga, sko. Þetta er mikil þjónustuvinna, sko. Já. Þegar fólk eða vistmenn eru að biðja eitthvað og þá þarf að hlaupa til. Og þetta, sko. En ég ætlaði einmitt að spyrja, sko, með hönnunina, hvað er best við hönnunina sem þið list á í húsinu? En það er væntanlega ekki allir þessi gangar. Það er ekki gangarnir. Nei, það er sjálfsagt þessi hólfaskipting, hún er mjög góð og hefur bjargað okkur oft svona í, náttúrulega það farið fram á að fólk hittist ekki og annað, sko. Já. Þá er þetta vel hólfaskipt og... Já. En það versta, kannski, það eru gangarnir. Það eru gangarnir, það er allt lappið, sko. Já. En ég þetta er náttúrulega fyrsta fangelsi sem er byggt sem, kannski fangelsi, held ég, á Íslandi. Já. Hvað, voru kannski einhver sérstök mistök í því, eða sem voru gerð, eða eitthvað sem annað en þessi gangar? Já, þú veist, þetta er bara, það hefði kannski mátt hlusta aðeins meira á þá sem höfðu reynsla á þessum málum. Já. Ég ætla svo sem ekki að fara að nefna eitthvað eitt eða annað, sko. En það er ýmislegt sem hefði mátt vera betur, sko. Já, og það hefði kannski mátt líka taka svona til skoðuna hvernig þetta er erlendis, eða var það gert? Eða? Já, sjálfsagt hefur það verið gert. Já, einhverju leyti. Þú voru eiginlega bara að spjalla við arkitektarna um það. Já. En það er engin stækkuna möguleikar á fangelsinu? Nei, eftir því sem mér skilst, þá er engin stækkuna möguleikar. Nei, þannig að það er ekki hægt að byggja fyrir skóla eða verknám eða vinnuaðstöðu, stækka fangelsið? Nei. Það er sko, ekki... hefur mér blessa, ég er ekki alveg, náttúrulega, nei, ég bara veit ekki. Já. En hvað er ég er með svona skrýtna spurningu, kannski, hvað er fangelsi fyrir þér? Fangelsi er betrun. Já. Fyrir þá kannski sem hafa vilst af leið og ná kannski ekki að fókusa bara í almennu samfélagi. Það vilja allavega reglur og ramma í kringu sig. Hvort þú ert afbrotamaður eða ekki, þá finnst þér þú eiga rétt á hlutum. Alveg svo þeir sem eru ekki í brotum finnst þér eiga rétt á einhverju eða öðru. Fangelsi finnst mér bara að vera svona, betrun, reyna að leiðbeina fólki og stýra því svona í réttu áttina, ef það má segja svo. En finnst þér við vera á réttri leið? Við erum svo, mér finnst við vera í góðri stýringu með því að koma þessi almennilega betrun, sko. En alltaf má betur gera, sko. Við erum kannski eitthvað eftir á, en við erum á réttri leið. Þú veist alveg hvernig þetta var og ég get ekki ímyndað mér annað en þú sjáir að það er mikið framför. Já, algjörlega. Það er mikill munur. Já. En ef við ræðum aðeins, komst aðeins inn á áðan og varst að vinna á skólavörðustígnum. Já.
á nýjunni, á eins og nýjunni maður gólfi. kallar Já. er söknuður af henni? Ég held að allir sem unnaðar sakni nýjunar. Mjög óhentugt hús, Já, gamalt og hrörlegt, en andinn í húsinu var mjög góður. já, Það var mjög gott að vinna þarna. já, En eins og ég segi, þetta var náttúrulega bassist tíma og Algjörlega. komin langt fram yfir öll eðlileg mörk, sko, Já. að fólk skuli vera þar í vistun, sko. En, jú, maður saknar hann. ég veit ekki með vistmennina hvort að þeir sakna Ég var stórlega um það, en við þekkjum einn mann með svo sameiginlega já, sem að talar oft og eðlilega um húsið já, já, og hvað hann hafði bara haft það bara ágætt. já, já. En hérna þú talar um góðan anda, nú var kannski hugmyndin alltaf að þessi góði andi sem var þar ætti að koma upp á Hólmsheiði, Mm heldur að það hafi tekist? Svona Nokkurn veginn. nokkurn veginn, Nokkurn veginn, já, já. Ég held það. ok. En hvað hérna, ég rændi þetta reynda líka við hann Garðar í viðtalinu um daginn, að því að Hólmsheiðin var náttúrulega dýrt fangilsi Já. og það er svona, við erum að tala um einhverja milljarða Mm og fólk er svona ofta að tala um sko að þetta sé bara 5 stjörnu hótel. Er hægt að segja það? Sko, ég hef oft, þetta hefur verið hendi mér nokkur sinnum, eða nokkuð oft, og ég spyr alltaf bara beint tilbaka, hvernig hótelum hefur þú rekist á? Þú veist, vegna þess að það er ekkert sem heitir 5 stjörnu að geta ekki labbað út úr herberginu sínum. Já. Það er ekki 5 stjörnu. Nei. Þú sért með, Þótt þú 10 sért með hvað? sjónvarpsrásir. Þótt þú sért með sjónvarp og Já. sturtu inn á herberginu þér. já, já, Ég myndi ekki flokka þetta sem 5 stjörnu hótel. nei, Útlendingarnir kom inn og oft koma eitthvað, er þetta allt fyrir mig? já, já, En þetta er það sem að við höfum þá kannski umfram mörg önnur lönd. Norðurlöndin eru vola svipað í þessum málum. já. En nei, 5 stjörnu hótel, nei. En hvernig hefur verið núna í COVID? Er þetta ekki búið að vera hræðilegt ástand eða svona öðruvísi? Þetta er búið að vera mjög erfitt Já. og öðruvísi. Ekki bara fyrir þá sem að hjá okkur gista. Þetta er búið að vera álag á starfsfólkinu, rosalegt álag. Við erum sóttkvídeildin fyrir fangelsiskerfið í heild sinni. Það byrja allir hjá okkur og eru skimaðir hjá okkur. Og 7.13 þá höfum við sloppið við sýkingu. En fagfólki sem er þarna frá, fólki sem er á gólfinu, hefur staðið sjálfur rosalega vel. Þið eruð með hérna sóttkvíar gang eða ekki, eða Jú, inntöku gang, Já, tvo svoleiðis. svoleiðis. Já, og þar eru menn kannski í einhvern ákveðin tíma. Já, það er aldrei tekin skimun að þeim fyrir en eftir 7 daga. já, Þeir já, koma inn og þá verðar að vera 7 daga Ok. á þessari deild. já. Og svo fara þeir á annan gang Já, eftir svo eru þeir það. bara farið inn í húsið eða Já. á litlu raun eða hvers sem er. En þetta er móttökuhúsnæði, Já, eða þetta er fangelsi. móttökufangilsi. Já, þannig að menn fara síðan kannski á annan gang og svo þaðan eitthvað annað Já, væntanlega. já. Og hérna, og veistu hvernig það er metið? Eða Hver fer hvert? já, eða er það bara svona eftir ástandi hvers og eins í raun Það og er veru? nokkurn veginn eftir ástandi, lengt á dóm og Já. annað, sko. Já, já, Við, starfsfólkið á gólfinu, við tökum ekki ákvörðun hver fólk fer eða hvenar. nei, Það er bara annað fólk sem sér um það. já. Já, það er flutningsdeildin eða Flutningsteimið eða deildin eða hvað sem hún kalla. En hérna, starfsfólkið, gott starfsfólk, fangaverðir, ég get verið sammálaðið því, það Já. er ótrúlega hérna, miklu fagmenn Já. sem er að vinna þarna. En hvað hérna, nú er svona svolítið meiri áskoranir kannski en áður í þessu starfi, eða sem sagt, vistmennin eru kannski oft veikari hópur, þið eru oft með veikastu einstaklingarna þarna, menn eru að koma úr mikilli neyslu, Já. margir í alls konar ástandi. Hvað hérna, eru þið, finnst þið ykkur vanta meira kannski af fagfólki þarna inn? Það er að segja svona heilbrigðisfagfólki, eða er það nóg eins og staðan er? Já, ég er alveg sammálaðir að sko fólkið við erum að fá meira veika einstaklinga, hvort sem er út af neyslu eða einhverju öðru.
það var mjög jákvætt þegar geðheilsuteymi kom til okkar. Já. Það hefur skipt rosalega miklu máli. Ég myndi vilja sjá meira af fagfólki, svona geðheilbrigðisfólki, bara heilbrigðisþjónustu. Já. Maður hefði vilja hafa eitthvað á hverjum degi, en fjármagn bara leyfir það ekki. Já. Miður. En með ert þú sammála að fangavarðaskólinn ætti að fara kannski á háskólastig eða verða allavega meira en hann er í dag? Mér finnst það ætti að vera meira heldur en það er. Já. Ég myndi vilja sjá það á hærra plani. Jafnvel hliðsjóna við lögregluskólann eða eitthvað slíkt? Eitthvað slíkt, en kannski, ég veit ekki hvort við myndum fá að taka það svo hátt upp, sko. Nei, en þannig að það þarf í raun og veru að gera aðeins meiri kröfur kannski til fangavarða, örlítið. Já, mér finnst bara að það ætti að vera meiri kennsla í kringum það. Já. Og ég held að það séu allir starfsfólk, allir starfsmenn fangelsana eru tilbúinir í meira nám heldur en og endurmenntun og það, við görgum eftir því og þetta er allt í góðri skipulagningu. Já. En á þessum tíma frá því þú varst á skólastig og núna, það eru orðið nokkur ár, hvernig er fangahópurinn? Er hann öðruvísi núna heldur en bara fyrir örfáum árum eða frá því þú byrjaðir til dæmis? Já, ég er nú ekki svo voðalega langt síðan ég byrjaði, sko. Ég byrjaði 2013 og byrjaði það í Kópavoginum. Já. Hópurinn hefur breyst. Hann er miklu yngri. Hann er rosalega ungur. Og það er pínuð ágefni hvað strákar og stelpur eru orðnir ungir að koma í fangelsi. Ástæðan fyrir ég hef ekki hugmynd það, en já, ég sé mikla breytingu og hann er orðinn grimmari. En hvað er ungt fólk að koma í fangelsi upp á Hólmsheiði? Mér finnst bara ekkert voðalega flott að 19-20 einstaklingur sé að byrja sitt líf í fangelsi, sko. Mér finnst það ungt. Já, þannig að það eru kannski að koma alveg hvað hann er 18 eða yngra. Við höfum fengið það, mjög unga einstaklingar. En er reynt að hafa þá annar staðar heldur en aðra? Já, við reynum að halda þeim hjá okkur. Hjá ykkur, já. og síðan kannski opið en ekki á Litla-Hrauni þá? Já, ekki á Litla-Hrauni. En kvenfólkið sem er í fangelsi, það getur, við viljum allan að meina að það sé erfiðari hópur heldur en karlmennir. Það er náttúrulega bara meiri, hvað á maður að segja, það er meiri drama í kringu þær. Já. Náttúrulega skiljanlega, það erum yfirleitt með börn fyrir utan eitthvað staðar. Já. Gefur að skilja, móðurinn hún hugsar meir börnin heldur en kannski strákarnir, þó ég sé ekki að alfæra það, sko. En það er yfirleitt meiri andleg svona þjáning, ef maður segja svo. Það er mikill söknur við börn og fjölskyldu. Við höfum skrifað greinar að það eru yfirleitt veikari en það eru koma. Það er svona eins og þessi gefi meiri svona slaki í dómskerfinu þangað til það eru orðnar óveikar. Já, og þá séu það að koma inn. Það eru kannski minni prósent af þeim sem fer í gegnum kerfið eins og opið fangelsi og vernd og annað. En þetta er bara kvennafangilsi eða ekki? Jú, þetta er kvennafangilsi, sko. En eiga samt rétt á að fara í opið, ekki? Jú, það geta farið austur á Sogn í opið úrræði þar. Ef við tölum aftur fangaverðina, Já. Hvað finnst þér einkenna, nú er þú varðstjóri, yfirmaður, hvað finnst þér einkenna góðan fangaverð? Góðan hlustanda, númer 1, 2 og 3. Já. Hann þarf að vera opinn fyrir flestu. Við tökum að okkur að vera mömmur og pappar og sálfræðingar og bara öxlinn til að gráta á líka við. Það er oft leita til okkar til að bara ráðgjöf bara nokkuð veginn. Þú þarf bara að vera opinn, þú þarf að vera pínandi jákvæður, tala við fólk bara eins og venjulegan einstakling, eða þú veist hvað ég meina, ekki tala niður til fólks. Það er svo oft sem að ef maður nokkuð veginn fær bara það sem þú gefur. Ef þú ert kurteis og almennilegur þá færð þú bara tilbaka. Ég get ímyndað mér að það samt getur verið erfitt stundum. Ég ætla ekki að reyna að ljúga því að maður hefur oftast að bíta í tungun á sér. En hvað er erfiðast við þetta starf?
veit ekki hvað ég að segja, það er voðalega erfitt að sjá fólk þegar mjög langt niðri. Já. Þú veist, ég meina, þetta er erfitt fyrir okkur líka. Já, já. Ég hef verið á Hólmsheiði, Já, smá tíma, já, og ég man eftir að ég var að sjá svolítið að fólki kom inn óbúslega veikt Já. í miklum frákvörðum. Og það var rosalega erfitt að horfa upp á það líka. já, sko. það er mjög erfitt vegna þess að það er bara svo takmarkað sem að við, sko verðirnir, megum og getum gert. Sko. Já, já. Og þarna kemur aftur, væri mjög gott að vera með heilbrigðisteymi upp frá bara á hverjum degi, sko. Já. Það er vantarlega mikið kvartað, það er bara eðlið þess að vera lokaður inni. Já, já, það er mikið kvartað og það er náttúrulega erfitt að finna til, sko. Já, já. Og sérstaklega þegar þú ert að koma af einhverjum efnum. Enginn á okkur vill finna sásöka, sko. Já, já. En hver er svona, kannski, veistu, það sem að fólk er að kvarta yfir, hvað er kannski svona það mest, eða svona það sem flestir eru að kvarta yfir, eða er það eitthvað bara að fá ekki að fara út, eða með ekki nota síman meira, eitthvað svoleiðis? Þú veist, þetta er yfirleitt bara eitthvað svona, einhverju litlir hlutir. Já. Bara svona, já eins og þú segir, þú veist, akkur má síminn ekki vera opið til 10. Já, en hann er opið hvað, til hálf 10? Já, já, já. Já. En Og það er bara eiginlega bara til að koma í veg fyrir rifrildi, sko. Já. Vistmenn eru lokaðir inni eða ekki klukkan 10? 10, já. Hvað hérna, ég hleyp nú úr einni spurningu í aðra, sko. Ég gleymdi að spyrja, varandi 9. skólaugustígin. Já. Hvað myndið þú vilja sjá í þessu húsi núna? Ég myndi vilja sjá löggæslusafn, eitthvað skonar. Ég meina, sagan bak við þetta hús er ótrúlega mikil. Já. Ég er ekki hlynntur í að þarna komi steikhús eða Nei. með allir góði virðingu fyrir listafólki, sko, að vera með einhverja listasmiði þarna. Mér finnst það bara ætti að vera saga, já, löggæslu og fangelsismála á Íslandi. Já. Það er mikið af fólki búið að fara hérna í gegn. Ég meina, það er alls konar samtök sem hafa verið störtuð þarna og það er bara svo mikið þetta hús að segja. Já, ég er sammálaður þar. Ég en svona að lokum, breytingar í fangelsiskerfinu, hvað er svona, hvernig myndið þú vilja sjá að þetta myndi breytast? Eða í hvað áttum værum að fara og hvað væri svona næst að gerast? Já, sko eins og ég sagði áðan, þá er ég er mikill betrunar talsmaður og ég vil að vera bara meira kennslu, eins og þú segir, þú spurðir áðan, verklega kennslu og svoleiðis, þú veist, maður hefur farið Noreg, Danmörku og þessar staði og þar getur þú lært að vera smiður og pípari og rafvirki og eitthvað sem að virkilega nýtist þegar þú losnar. Já, þannig að þeir sem eru í afplánun læri eitthvað og öðlist reynslu. Hafi þá eitthvað á bakinu til að koma með út. Já. Fari ekki bara beint í svartnættið aftur, sko, og komið þá bara aftur til okkar. Já. Þú átt hérna hund sem heitir Móli. Já, ég á hund sem heitir Móli. Og við vorum hérna að ræða við Jón Gnarr daginn og hann á hund sem heitir Klaki. Já, sem er bróðir hans. Sem er bróðir hans. Já. Já, þetta er hérna áhugavert. Lítill heimur. Já. Þóri, frábært að fá þig hérna í viðtal og hérna takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Takk ykkur fyrir að hlusta.